Já, eins og við sjáum þessu skógræktarmerki þá ákveði að vera pínu dramatísk í dag. Mér finnst gaman að segja hryllingssögur. Það var svona... Takk. Og fara aðeins út fyrir landsteinana líka því að við vorum að tala um hamfarahlýnun. Hérna er smá yfirliti við fyrirlesturinn í dag. Ég ætla bara að tala fyrst aðeins um hvernig áhrif hlýnunar eða hvað áhrif hún hefur á skaðvalda og tek þá eina mestu áhyggjuefnunum allan í Evrópu núna, barkabjölluna sem dæmi. En svo fer ég aðeins til Íslands og skoða hvað áhrif hlýnun á Íslandi hefur haft nú þegar á skaðvalda. Nýja skaðvalda og innlenda skaðvalda. En við byrjum svona aðeins að skoða skordýrin. Þau eru ekki eins og við með jafnheitt blóð, heldur breytist hitastig þess hjá þeim, misheitt. Þannig að þau bregðast mjög hratt við hita og nýta sér hann mjög hratt. Og það hefur áhrif á ýmsa þætti á skordýrunum. Þið þekki nú líklega margt af þessu eins og til dæmis útbreiðslumörkin færast norðar, fjöldi kynslóða eykst, samsetning í stofnunum breytist, þéttleiki eykst oft við hita og svo eru þetta líka áhrif á lífeðlisfræðilega hegðun þeirra og svona tímasetningu ýmsa viðburða í þeirra lífsferli. Og það tengist líka tímasetning til dæmis fæðuplöntunar og náttúrulega óvinna breytist ekki á sama hátt. En við skoðum aðeins ég get ekki farið yfir þetta allt í dag, en ef við skoðum er þetta mjög óskýrt? Nei, ok, ég sé þetta bara hér svona óskýrt. Já, hvernig hlýnun hefur áhrif á fjölda kynslóða. Þetta er reyndar svolítið hlýrra loftslag heldur en hjá okkur í þessari rannsókn. Það sem ársmeðalhitinn er 15 gráður. En þarna að skoða 430 skordýrategundir og skoða hvað þau myndu bæta við sig við ákveðna hlýnun í kynslóðafjölda á ári. Og þarna sjáum við ýmsa hópa og til vinstri sjáum við spár eina gráðu hlýnun og þannig að töluna rauðu 1, 2, 3, 4 er kynslóðuna sem myndu bæta við sig og eina gráðu hlýnun eru kannski flestir hópanir ekkert að bæta við sig endilega kynslóðum en þó nokkrar eins og blaðlýsanar eru þarna með 2 kynslóðir en ef við förum upp í svona hamfarahlýnun þá 3 gráður þá eru flestir þessir hópar að bæta við sig allavega einni kynslóð og alveg upp í 7 eins og mítlanir og blaðlýsnar. Þannig að þetta er töluvert áhyggjuefni. Ef við skoðum líka tímasetningu ýmsa viðburða eða fenólógi, þannig er einmitt rannsóknar sem við skoða samband náttúrulega óvins, meindýrs og svo fæðuplöntu, þannig erum við eik og haustfetan og svo fuglategund sem er náttúrulega óvinnur haustfetans. Og græna sýnir sem sagt hvernig ástandi var við eðlilegar aðstæður á þessum stað, en rauða sýnir hvernig þessar tegundir bregðast við 3 gráðu hlýnun og þarna gerðist það að meindýrið og eikin nýttu sér þessa hlýnun mjög hratt og komu fyrr fram vorið en fuglategundin varð einhvern veginn eftir þannig að náttúrulega óvinnin datt út hjá meindýrinu og ungarnir eru miklu minni og döfnuðu ekki vel þá þeir mistu aðal lirfuskeiðinu. Þannig að þetta er mjög flókið og þetta getur líka haft áhrif í hina áttina að meindýri missi af fæðuplöntunni. Þannig að þetta getur breyst á ýmsan hátt.
og að því ég bara búin að tala skordýr þá þetta eins með sjúkdómana. Það margt að því sem hefur áhrif á sjúkdómana sem hefur við hlýnun eins og skordýrin, en þetta svona kannski svona dæmir hversu alvarlegur sjúkdómunum verður. Það svo margt sem hefur áhrif í margar áttir. Við höfum þannig sjúkdómsvaldinn, hvað mikið af honum í umhverfinu. Svo höfum við hýsilplöntuna, til dæmis hversu sterk hún verður, hvort hún veikist við hlýnun eða nýtir sér hlýnuna. Og svo umhverfið og þá koma oft skordýrin líka inn af því að þau dreifa oft sjúkdómum og úrkoma og fleira, hiti náttúrulega. Þannig að þetta svolítið flókið og erfitt að spá hvernig verður. En svona til þess að fara aðeins í hryllingssögunar þá þetta barkabjöllunar. Það eru 6.000 tegundir í heiminum sem hefur við lýst allavega og þetta sem sagt ein undirætt ranabjalla. Kalldýrið fer fyrst á stað og borar sig inn í tréð og kallar á svona, það allt til að þarna vera með 3 kellingar held ég, svona cirka. Og þær verpa svo og þessar bjöllur senda frá sér líka boðefni til að laða fleiri bjöllur að. Þannig að faraldurinn verður ennþá meiri. Þegar alvarlegur faraldur þá geta lirfurnar stöðvað vatns- og næringarflæði í trénu, svona eins og gerist við hringbörkun þegar fólk hringbarkar tré og valda miklum skaða í skógum, til dæmis í Evrópu í dag og víðar. Og líka eftir að það búið að fella trén, þá geta koma inn barkabjöllur í víðaframleiðslunni og valda þar miklum skaða líka. Eyðileggja efnið. Og þegar maður hélt þetta geti ekki orðið verra þá dreifa þessar bjöllur oft með sér alvarlegum sjúkdómum sem leiða oft trén til dauða. Þetta getur verið sveppasjúkdómar og það getur líka verið þráðormar og fleira. En þessar bjöllur nýta sér oft að trén eru orðin veik eins og við hamfarahlýnun og til dæmis í þurrkum. Auk þess að við hlýnun þá geta þær aukið við sér fjölda kynslóð á ári, þannig að þetta verður ennþá alvarlegra. Í Evrópu veldur Ips typograpus miklu skaða og mikið áhugaefni og hérna sjáum við lirfu í tré. En bara til að setja í samhengi hvað hefur verið að gerast undanfarna árum, þessi grein tók saman rúmmál dauðs rauðgreinis, þetta rúmmál, hvað þetta, milljónir? Já, milljónir rúmmetra, datt út mér, af rauðgreini í nokkrum völdum löndum. Og við sjáum undanfarin ár og ég held að Tékkland hafi orðið mjög alvarlega úti til dæmis og það vegna þurrka og þetta mikið vegna hlýnunar. Hversu alvarlega þessi barkabjalla að fara með rauðgreini í Evrópu. Þetta líka tekið í Þýskalandi, þar sem var búið að drepa rauðgreinisskó í einhverjum þjóðgarði. En ef við förum aðeins til Íslands, þá erum við farin að sjá áhrifin líka á Íslandi, ekki hamfarahlýnun beint en samt töluverð áhrif. Og hérna sjáum við landnám nýrra skaðvalda eftir 1900 og eins og við sjáum það koma alltaf á öðru hverju nýjir alvarlegir skaðvaldar sem áhyggjuefni. Og ég vitna oft í þessa grein frá okkur sem við birtum nokkur í IAS árið, þar sem kom í ljós að var borið saman landnám nýrra skaðvalda á hlýskeiðum og kuldaskeiðum og þar var marktækt samband á milli hita og landnáms, jákvætt samband. Þannig að fleiri myndir voru nema land á hlýskeiðum en kuldaskeiðum. Og auk þess að það meiri líkur að þessi nýju skaðvaldar nemi hér land, þá náttúrulega
aukaði stofnstærð sína hraðar og dreifði sér hraðar landið. Og svo þessi aukni kynslóðafjöldi sem kannski áhyggjuefni. Og ég verð nú eiginlega að nefna þessa tegund sem eitt mesta áhyggjuefni í skógrækt á Íslandi í dag, asparglittan. Hún nam hér land 2005, minnir mig, og hefur verið að dreifa sér landið, reyndar ekki komin allt land. En við fundum hana fyrst í Skaftafelli 2014 og hún fer illa með gulvíði og viðju og lifir líka á ösp og fleiri víðitegundum. Og við fundum hana bara á tjaldstæðinu 2014 en nú erum við að dreifa sér svæði og þið sjáu kannski dauða gulvíðin þarna. Rannsóknir hafa sýnt að líklega hún bara með eina kynslóð á ári á Íslandi en samt áhrifin svona mikil. En við vitum ekki hvað þarf mikinn hita til þess að hún nái, af því að hún getur í sunnar hún með upp í 3 kynslóðir allavega. Og við vitum ekki hvað þarf mikinn hita í viðbót til þess að hún fari að ná 2 kynslóðum ári á Íslandi. Þannig að, eins og ég segi, þetta svolítið eitt af mestum áhyggjuefnunum hjá okkur. En svo það innlendu meindýrin. Þau hafa verið auka við sér stofnstærð og hún hefur verið að breytast og þau hafa líka verið að dreifa sér landi ef þessi ekki komin út allt land og dæmi þetta ertuglan. Á þessari mynd sjáum við sögulega útbreiðslu hennar, þarna gula, þetta sem sagt innlend tegund. En rauða hvernig hún hefur verið að dreifa sér norðar yfir landið eftir hlýnun og það bendir eiginlega allt til þess að það sumarhitinn sem skiptir máli eins og fyrir margar skordýrategundir. Og leið hefur hún verið að valda meiri tjóni í nýskógrækt sérstaklega. Og svo líka sjúkdómanir. Við hefum verið tiltölulega heppin með trjásjúkdóma á Íslandi, þótt að við höfum vissulega haft faraldra líka þar. Og við vitum ekki við hlýnun þótt að trén hagnist að hlýnun, þá veitum við ekki heldur hvernig eins og lengri sumur þýða að riðsveppir hafa meiri tíma til að byggja sig upp fyrir haustið og svo verður kannski laufall fyrr af því að riðsveppurinn svo alvarlegur. Þannig að við vitum ekki hvernig þau hagnast að hlýnum á endanum þegar það mikið af sjúkdómum líka. Og svo bara aðeins til að fara yfir þetta. Þá hefur hamfarahlýnun haft gríðarleg áhrif á skaðvalda. Þeir breiðast hratt við loftslagsbreytingum, þeir nýta sér hitann vel og svo veikjast líka plöntunar oft við mikla þurrka til dæmis og skaðvaldarnir nýta sér það líka sem veldur auknu tjóni. Og við höfum líka séð að loftslagsbreytingar á Íslandi farnar að áhrif á skaðvalda, bæði landnám nýra skaðvalda og innlenda skaðvalda. Og svo bara svona lokum, ef að fólk sé eitthvað efast hlýnun, hvernig ætlar að skýra þetta? Nei. Já, ég hef tíma fyrir spurningar, sýnist mér.